Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn sem að þessi sinni tekin upp hérna á R5 við Ráðhústorg á Akureyri. Í þættinum í dag ætlar Halldór Óli Kjartansson frá Markaðsstofu Norðurlands að koma til okkar og við ætlum að ræða sumarið sem framundan í ferðaþjónustunni. Vandræðaskáldin Vilhjálmur B. Bragason og Sesselja Ólafs koma hingað og flytja okkur brot úr verki sínu Útför. Og þá ætlar Hildur Eir Bolladóttir að segja okkur frá nýútkominni bók sinni Hugrekki, saga af kvíða. En við byrjum á Aflinu hér á Akureyri en ársskýrsla þeirra nýkomin út. En áður en að þau koma hingað Sóley og Kristján Hrannar og ræða það við okkur, skulum við sjá rúmlega ársgamalt viðtal sem við tókum við Kristján Hrannar þegar hann var nýráðinn fyrsti karlkyns ráðgjafi Aflsins. Ofbeldi hefur ýmsar birtingamyndir og víða falið í okkar þjóðfélagi eins og öðrum. Skömm og þöggun oftar en ekki veruleiki þolenda í ofbeldismálum og þá ekki síst þegar þolandinn karlkyns. Margir karlmenn líta það sem veikleikamerki að leita sér hjálpar og bera harm sinn í hljóði, en sú byrði getur haft hræðilegar afleiðingar í för með sér. Kristján Hrannar Jónsson einn þeirra sem beið lengi með að takast á við sína æsku drauga. Leiði mín liggur hérna fyrir rúmum 2 árum síðan. Þegar að ég þarf bara stend frammi fyrir því að gera bara upp mjög erfið mál úr fortíðinni. Ég alinn upp í Reykjavík og bjó í Reykjavík í 44 ár. Og alinn upp við heimilisofbeldi. Þar sem ég var vitni af grófu heimilisofbeldi. Og það var pabbi minn sem beitti þessu ofbeldi bæði andlega og líkamlega. En ég var ekki fyrir líkamlega ofbeldi. En ég horfði upp á það sem hann til dæmis ég skipti kjálkabraut mömmu og þá svona hét ég því að fara aldrei heiman. Ég ætlaði bara svolítið að passa mömmu. Þannig að ég var svolítið að hlaupa heim úr frímínútum úr skólanum og vita hvort var allt í lagi og svona reyndar svolítið að vera hlúa svolítið að mömmu. Já. Og mér gekk afleitlega í skóla og systir mín, henni gekk mjög vel, en ég var bara mjög ódæll, bara í slagsmálum og gekk bara illa í skóla. Já. Þannig að þetta fór aldrei vel af stað hjá mér. Nei. En þegar ég 18 ára gamall þá, sem sagt, ég nú hættur að drekka þarna, 16 ára og fór að æfa bardagalist. Já. Sem var svolítið svona vendipunktur í lífinu. Þarna fékk ég viðurkenningu, ég hætti að slást og drakk ekki í 4 ár. Æfði bara bardagalist og fékk mikla viðurkenningu. Sem ég fékk aldrei heima á mér. Ég fékk aldrei viðurkenningu heima á mér og ég fékk ekki viðurkenningu í skólanum, ekki stóðið mig þar. En 18 ára gamall þá ákveði ég að fara að heiman. Fór vestur á Firði með vinum mínum á vertíð og sagði mömmu og pappa að nú þau bara að sjá sig sjálf. Já. En 6 mánuðum eftir það þá dó mamma. Þá þau á fylleríi heima og mamma fer á svalir á annarra hæða blokk og ætlar að príla niður og detta niður og dó 8 dögum seinna. Þarna tvíburasystir mín komin til Svíþjóðar sem au pair og hún ílengdist svo út í Svíþjóð, kynntist ofsalega góðum sænskum strák þar og þau fóru að búa saman og hún fór í háskólanám. Og þegar hún sem sagt 28 ára gömul þá á hún 1 ár eftir að vera hjúkrunarfræðingur. Og þá svipti hún sig lífi. Tvíburasystir mín var mér allt og þá hafði hún verið misnotuð kynferðislega þegar hún var lítil stelpa heima. Hún sagði ekki frá. Nei. Við hérna hjá Aflinu erum að fara í 7. og 9. bekk í skólana og hvetja krakkan til að segja frá. Vegna þess að það bara lífshættulegt að segja ekki frá. Akkurat. Og hún sagði ekki frá. Ef hún hafði gert það, þá var hún á lífi í dag. Ástæðan fyrir því ég veit þetta að hún skrifaði með kveðjubréf. Þannig að ég vann svo aldrei neitt úr þessu.
þetta var bara einhvern veginn verkefni. Þú veist, mamma deyr, já, þú veist, ég breyti því ekki. Systir mín deyr, þú veist, þú veit, allt svona fortíðin. Og svo fer maður bara einhvern veginn svona áfram á hörkunni. Akkurat. Og ég faldi mér rosalega bara í vinnu og æfa og þangað til bara fyrir rúmu 4 mánuðum síðan að á leiðinni vinnu þá bara datt ég niður. Þá bara örmagnast ég bæði líkamlega og andlega. Þegar ég kom hingað fyrir rúmu 2 mánuðum síðan og fór í viðtal til Sæunnar, þá sko kenndi hún mér að þetta heitir allt einhverju nöfnum. Þú veist, það kynferðisofbeldi, það sko heimilisofbeldi, það ákveðin vanræksla í gangi, bæði heima hjá mér og skólakerfi fannst mér bara brugðist á þeim tíma. Já. Það var svona ekkert hlúð á manni. Og hvað ertu gamall þegar þú kemur hingað og þú ert fullorðinn maður þegar þú fyrst? Ég 51 árs þegar ég kem hingað. Já. Já. Ég að vera 49 ára gamall þegar ég bara dett niður. Já. Bara örmagna bara. Ég gat þetta ekki. Nei. Og hvaða ferli farið þá inn í hér? Það bara viðtöl, og bara stíf viðtöl. Og það sem svo gott hér, það það að þeir ráðgjafar sem að starfa hérna hafa einhverja sögu sjálfur. Þannig að mér gekk betur að tala við ráðgjafa hér hjá Aflinu heldur en sálfræðing. Já. Mér fannst það betra. Einhvern sem raunverulega skilur sína sögu og hefur upplifað. Já. Og hvað hlutirnir heita bara réttu nöfnum. Og þú veist, mamma mín var dásamlegasta kona í heimi. En þú veist, hún var ofboðslega buguð. Þannig að þetta var svona erfitt. Og erfitt að vera 49 ára og halda að maður sé einhver rosa jaxl. En detta bara svona niður og bara get ekki neitt. Og engin rökhugsun dugar á því, vegna þess að líkaminn hlýðir ekki. Eftir fyrstu heimsókn Kristjáns í Aflið hófst samtalsmeðferð og regluleg viðtöl hjá ráðgjafa. Við skulum heyra Kristján lýsa því hvernig sú aðstoð sem hann fékk hjá Aflinu hefur gjörbreytt líf hans. Það sem svo gott í dag fyrir mig, það það að því að ég komst í Aflið, þá ég miklu hæfari til þess að ala upp mín börn. Já. Ég bara miklu hæfari til þess. Að hvað leyti? Öllu leyti? Já, kannski? Öllu leyti. Já. Get bara gefið mér af mér og bara, og mér líður bara ekki svona illa í hjartanu. Nei. Ég búin að losa mig frá þessu. Meira pláss fyrir eitthvað annað. Já, nákvæmlega. Ég á sjálfur tvíbura. Já. Gengur í eður. Já, og það æðislegt að hafa alist upp sem tvíburi og eiga tvíbura, stelpu og strák, gat skipti höfuð á systur minni og þú veist, þetta allt mjög gjöfult og 17 ára strák sem ég á og svo 25 ára sem býr í Reykjavík úr fyrrasambandi og það allir góði vinir og þú veist, ég get verið ábyrgur pabbi. Ég lærði það ekki af foreldrum mínum, skilurðu, hvernig ég átt með hvaða veganesti ég átt að fara til lífið. Nei. Nú kem ég hérna sem starfsmaður í haust og að læra af stelpunum og konunum sem eru hér, sem ráðgjafi og til þess að miðla minni sögu af því að saga mín mörgþætt. Hún ofbeldislega séð sem uppeldislega. Hvernig mig ekki í skólanum, byrja ungur að drekka, stjórnlaust 14 ára, ganga illa í námi, hætta bara í rauninni 9. bekk og fara bara að vinna. Þarna skiptir lykilatriði fyrir mig að fer ég að hafa íþrótt og fara viðurkenningu. Það gerir svona útslæð á þetta. Og svo missa alltaf mömmu sína, svona ungur, úr slysförum sem bara bein afleiðing af heimilisofbeldi. Og systir mín deyr af því að hún misnotuð kynferðislega þegar hún barn. Þannig að þetta þetta margþætt.
Allir ráðgjafar hjá Aflinu tala einu máli þegar kemur að mikilvægi þess að þolendur ofbeldis rjúfi þögnina og leiti sér hjálpar og það sem fyrst. Það er alveg ljóst að úrræði fyrir þolendur ofbeldis og aðstandendur þeirra eru allt of fá og á landsbyggðinni eru stór svæði algjörlega úrræðalaus. En fyrir þá sem eru hjálparþurfi er hægt að leita til Stígamóta, Konukots og Drekaslóðar í Reykjavík, til Sólstafa á Ísafirði og svo er það Aflið hér á Akureyri. Dyrnar hjá Aflinu standa öllum opnar. Ofbeldi er ofbeldi, sama í hvaða mynd það er. Sem starfsmaður Aflsins þá langar mér að skila einhver til samfélagsins. Af því Aflið er bara samfélagslegt verkefni. Ég held að samfélagið okkar þurfi Aflið, klárlega. Alveg eins og í Reykjavík með Stígamót og Kvennaathvarfið. Þú veist, það er enginn sem myndi vilja það að þetta myndi lognast út af þessu. Við viljum ekki sem samfélag og borgarar að fólk þurfa að upplifa ofbeldi í hvaða mynd sem það er.